Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Við erum komin góða gest, það góð vinkona okkar til margra ára, Inga Lind Karlsdóttir, hjartanlega velkomin. Takk. Vá, fyrir kynning. Þetta var rosalegt, góð vinkona til margra ára. Já. Ég búin að vera svo... Ég ætla að setja þetta á mig. Setta þetta Vist töff að hafa þetta. Það fattar líka hvað þarf að vera svona tiltölulega nálægt mæknum, sko. Ef maður hér, það þarf svona að hafa hann svona... Nú fæ ég betri tilfinningu fyrir þessu. Og þá dýfka röddin. Heyrir það? Já. Hún dýfkar leið og ég set upp erndón. Jú. Ég er ekki að segja þessi dimmröddið, en þú veist, það er eitthvað, ég fór inn og lét lag í mig röddina þegar ég var að byrja í sjónvarpi. Þá var ég með svo háa rödd og ég bara með háa rödd og hún hækkar eftir því sem að það er meira skemmtilegt hjá mér. Já, þá verður hún meira svona. Já, nei, þú veist, hún verður svo há þegar það er gaman. Já. En ég fór til leikkonu og lærði að beita röddinni, þannig að hún verður ekki, þú veist, svona skræk. Já. Komið sæl! Þú veist, bara gengur ekki, tekur ekki mark á manni og þetta er vist eitthvað sem að sjónvarpskonur út allan heim hafa þurft að gera. Með þess að ópera. Tala meira svona. Já, bara, þú veist, fara aðeins í þennan litla bassa sem að þó hefur. Já, ég er líka stundum með svona skrækarödd, sko. Ég teki eftir því. Já, þannig að ég svona, nei, ég veit ekki, kannski gerir það ómeðvitað að tala meira svona. En þú varst líka að segja áður en við fórum upptöku að þú áttir að fá hlutverk í einhverju mynd, einhverju teiknimynd. Já, það er 18 ár síðan. Fékkst ekki hlutverkið? Já, sko, þetta var Kung Fu Panda. Já. Og ég átti að vera tígristýri. Já. En DreamWorks samþykti mig ekki, því að ég var með svo háa rödd, en ég fekk bara að vera slangan, naðran. Já, er það gott eða slæmt? Bara hvernig maður lítur á það? Ég get alveg verið naðra. Já. En já, það var samt sko, mér fannst það úrslega gaman að prófa þetta. Að prófa að vera svona eins og einhver leikkona að tala um teiknimynd. Að því að nú hafa leikkonur oft prófað að vera sjónvarpskonur. Þannig að ég snýri þarna vörn í sókn og sá fyrir mér þetta nú skemmtilegt tímabil. Nei, heyrðu, þetta tók hálftíma. Já. Ég fekk 15.000 krónur fyrir þetta. Já, þetta er nú ekki vel borgað. Við höfum líka tekið svona að okkur. Ég fekk aldrei borgað, sko. Okay. Þú sendir ekki reikningin? Jú, ég gerði bara víst. Aha. Fekk hann ekki greiðan, sko. En hvort haldið þið að sé erfiðara að vera leikkona og fara í sjónvarp eða að vera sjónvarpskona og fara að leika? Það er örugglega erfiðara að vera sjónvarpskona og fara að leika. Já. Af því að, jú, ég held að það þarf nám til að vera leikkona. Þú veist, þú lærir að vera allt annað en þú sjálfur. Þú getur verið bara hver sem er þegar þú ert búin að læra leiklist. En sjónvarpskonur læra það ekki. Það er eina sem að þær gera, og sjónvarpsmenn líka þetta, er að vera þeir sjálfur. Og leið og eru farnir að reyna að vera eitthvað annað, þá eru það tilgerðir. Þetta er samt sjaldgæfur hæfileiki að vera góður í sjónvarp. Þú ert mjög góð í sjónvarpi. Takk fyrir. Já, hvað ætli það sé? Ætli það sé meðfætt eða ætli það sé bara persónuleiki hvers og eins? Ég held að sé blanda tvennu. Annars vegar að maður sko sé tilbúin að vera maður sjálfur, alveg, og geti það. Af því að eins og ég sagði áðan, leiðum að fyrir að reyna eitthvað, vera eitthvað öðruvísi eða vera eitthvað annar, þá verður maður bara asnalegur og ekki trúverðugur. Nei. En svo er þetta líka bara, maður verður tilbúin að gera mistök. Manneskja í sjónvarpi sem er alveg fullkomin og gerir aldrei neinn mistök, segir aldrei neitt vitlaust. Hún verður of svona eitthvað, ekki sönn einhvern veginn. Lentur oft í því, bara þegar þú varst að vinna sem að gera mistök. Dagskrárgerðar kona, bara eitthvað algjört fuck-up í beinni. Já. Ég hef fengið hlátuskast og alls konar eitthvað rugl. Spurt konu hvort hún sé ólétt 10 mínútum fyrir beina útsendingu og hún var það ekki. Það er... Nei, þú veist, maður gerir fullt af mistökum. Já, það hefði nú getað sleppt því alveg. Já, það var alveg bara, Guð minn góður, og svo kom bara 10, 9, ég bara, já, þetta er kannski bara hvernig þú situr. Já. Svo bara komið sæl og velkomin í Ísland í dag. Bara, áfram kakk. Já. Og í dag, þá spyrðu aldrei? Ekki þó ég sjá í kollin á barninu. Ég nefnilega hef líka lent í þessu og síðan þá spyr ég aldrei. Þó að sé bara mjög gefið að viðkomandi er ólétt, sko. Þá bara nei. Er það ekki líka bara svona óskrifu regla að maður á ekkert að spyrja að þessu? Ég held það, ég held þessi með þess að bara skrifu regla. Já. En það var samanskapið svolítið dónalegt þegar þú ert búin að vera lengi í kringum einhverja manneski sem er bara hefi ólétt. Að kommenta aldrei á það. Eitthvað svona, hei, ég er ólétt það. En er kona sem er ólétt, er hún mikið að biðja það að aðrir sé að tala um að hún sé ólétt? Nei, ég held nefnilega að konur sem er óléttar, þær verða alltaf þreyttar á að fólk talar ekki neitt annað við þar en óléttuna. Góð punktur. Eins og þær séu ekkert annað en bara hylki fyrir barn sem er á leiðinni. Já, ég er svona maður er svo fljótur að gleyma, sko. Nú er ég bara einhvers 3 börn með völu minni og
Ég man eiginlega ekki hvernig hún lítur út þegar hún ólétt, sko. Fyndi hvað þetta, maður bara svona, það svo heilin eigið þessu. Ég man eftir því hvernig hún leit þegar hún var ólétt. Hver var það? Rósalega bjúið hérna. Manst ekki? Fæturnir á henni voru alveg tvöfaldir. Jú, með Eystein, ertu að meina bara alveg í lokin þegar við vorum bara spítala? Já, að sjálfsögðu, ég er að meina bara að því að hún sýndi frá því sjálf. Ég er ekkert að dissa þetta. Já, hún er voða bjúið. Já, jú, en þetta er sama eins og með að eiga lítil börn, sko. Því nú er ég með eins ás heima. Já, það er algjörð og líka álag. En vegna þess að það er síðan ég var með eins ás heima, að þá er ég búin að gleyma öllu. Hvernig að skipta bleiu, rútínan á nóttinni. Já, mér finnst bara að það skipta engum máli hvað maður á mörg börn, maður gleymir sér bara svona. Kannski er það bara föður eðlið í mér. Ég veit ekki, nú er ég orðin amma. Já, til hamingju. Og ég var einmitt einn sem er eins ás, verið eins ás eftir 2 daga. Já. Og þegar ég fekk hann í fangið, þá bara rifjaðist allt upp á 0-1 og þá voru liðin 17 ár síðan ég hafði lítið barn. Þannig að, já, það voru bara litli lögin sem maður raular fyrir þau, handtökin og eitt ótrúlega fríkað. Í fyrsta sinn sem ég hélt á honum, þá byrjaði ég að lyfta peysun. Ég ætlaði bara að leggja hann á brjóst. Ég bara, hvað er ég að gera? Ég er ammans, ég er ekki mammans. Það var ótrúlega skrítið. Það var bara öll handtökin, allt reyðast. Það er svo mikið. Það er mjög fyndið þegar þú bara sett hann á brjóstið og ekki fatta neitt. Það bara munnaði mjög litlu. Hvað ætli gerist? Ætli kýrtlarnir fari í gang, eða? Nei. Maður hefur heyrt af einhverju svona, sko. Ég held að sé svona í neyð. Já. En haldið ekki að konur í gamla dag þegar áttu 14-15 börn og það bjökuð til sveit og svona voru bara skiptast á að gefa börnum á brjóst eða? Örglega. Þú gast ekkert gefa svona mörgum börnum í einu brjóst, sko. Ég held samt til að fólk á 14 börn þá sé ekki öll á brjósti, sko. Það eru sumorðin eða stór. Góður punktur. En hvað fengu þá börn í gamla dag þegar var ekki til þetta nan og allt þetta drasl? Kindamjólk. Já. En það er alltaf að tala um að maður megi ekki gefa ungu barni bara mjólk. Það fyrir eitthvað illa í magan á þeim? Já, það þarf að býða ykkur mánuði til því. Ég man alltaf þegar ég eignaðist Eystein, elsta barnið mitt, þá var ég svo spenntur að sýna öllum barnið og þá var ég að vinna fyrir þig upp á skot og ég hljóp með hann upp á skot og var að sýna ykkur Eystein. Þið öll áttuð mörg börn, ykkur fannst það kannski ekki alveg merkilegt á mér, eða skilju, ykkur fannst það merkilegt fattaru, en mér fannst það svo rosalega merkilegt og þú sagði mig þá, gafst mér ráð. Vá, manstu þetta bara? Ég man það, þetta situr í mér. Myndi að njóta tímabilsins núna þegar hann er lítill og ég hlusta þetta bara fór inn annað og út hitt og það var líki fyrir núna með þriðabandið sem ég ætla núna að fatta þetta þetta er svo ótrúlega fljótt að líða sko. Alveg rosalega bara 2 ár þá er þetta ekki lengur unga barn 5 ár á það þá er þetta ekki lengur smábarn þá er þetta bara árið 9 ára og komið í skóla þannig að fyrst núna settist þetta ráðfræður sko. Já, ok. Menna, það er gott að koma að lokum. Já, ég hugsaði alltaf til ráðsins með barn nr. 2 og nr. 3. Finnst þú segir þetta? Stundum man maður eitthvað sem einhver segir, einhver hendir svona eins og Fannar spurði mig einu sinni, af hverju ertu að veiða? Það er mjög svo gaman að fara að veiða. Túle. Já, túle er geggjaðar. Þú getur fengið hann líka á heimkaup.is, pantað og fengið bara sendt ískaldan túle sem er nú alltaf léttur. Nógu Sirius er með besta nammi á Íslandi, 1 cent kúlurnar, bíókroppið, með sko súkkulaði rúsinurnar hjá Nóa eru miklu uppaldið á mig núna og ég borði ekki eins og rúsinur sko. Ormsson hjá Ormsson færðu allt milli himins og jarðar. Sjálfur á ég þvottavél og þurrkara frá þeim. Þetta er bara snildargræður, kaffivélar, Nintendo tölvur, allt í baksturinn, bara heimilistæki yfir höfuð og svo er þjónustan hana framúrskarandi. Heimkaup.is, þar getið þið verslað alls konar vörur, þar á meðal Túle. Þú ert ekki svöng, þú sleppir jafnvel bara lögsunum. Þetta er óslega dýrt. Hvað ert að fá út úr þessu? Og ég er ennþá núna mörgum ára sem að akkur er ég að þessu? En þetta er bara svo rosalega gaman. Já, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Þetta er alltaf félagskapurinn og útiveran og talandi kikki, þú veiðir lag sko. Sko. Ég hef örugglega verið að stríða þér sko. Og varst eitthvað að grilla mig. Já, ég er alveg upp í lagsveiði og ég skil þetta sko, en ég er náttúrulega ekki sinnt þessu sporti neitt sko. Nei. Því ég er mjög óþolinmóður. Ef ég færi með þér í lagsveiði, segjum að við verum saman í holli, ég myndi örugglega leyfa þér að veiða bara allan tíman. Og svo tæki ég stöngina einhvern einu sinni. Nei, taktu stöngina. Vá, þetta hljómar sem draumapartnir á stöng. Svo sæti ég bara með túle. Ég bara veiða allan tíman. Já, svo sæti ég bara með túle og þú myndir eitthvað, vilt ekki prófa að draga inn? Já, jú. Það er það við veiðina sko, af því að maður stundum fer í gegnum heilu dagana á þess að veiða nokkuð fisk sko. Þetta er góð æfingi þólum með.
mjög sko. En þá ekki svona kvöldin oft skemmtilegust? Bara þegar verið að elda og fara sko, rauðvín? ég veit ekki, það er ekki skemmtilegust en þau eru mjög skemmtileg mér finnst alltaf skemmtilegra að vera út við á en það er alltaf geggja að koma í hús eftir góðan langan dag og fara í pottinn og elda góða mat eða láta eld onni sig eða eitthvað svona Já, þetta er geðveikt, og sko. það er æði Já, elstu upp við þetta? Já, ég var pínlítið þegar ég byrjaði að veiða með pappa í Þingvallavatni Ok, og svo líka bara svona upp á heiðum í vötnum og svona þannig að ég hef alltaf verið í þessu Já. og svo aldamótin fór ég í fyrsta sinn í laxveiði og veiða svona í straumvatni og það er ekki eftir snúið nei, ég trúi því Áttu þér uppáhalds á eða? Ef þú mætti bara veiði einni á sem eftir er á æfinni hvaða á velur ynga? Ég verði að segja Kjarrá Ok, áin sem ég er alveg upp í Hún er góð en erfitt að gera upp á milli ég er svolítið að segja þetta því ég er að fara þangað eftir 2 daga og ég get ekki beðið og hún er að slá öll met þetta sumarið menn er að segja að hún sé bara eins og árið 1980 það við svo mikið núna og mikið að 2 ára laxi og stórum laxi sko. En er ekki típist að heyra þetta að þú kemur og ekkert veiðist? Það er alltaf mjög típist en það er bara eins og það er en jú, það er bara fullt af fiski í ánni og líka í þau er ránáttúrulega og bara mjög víða á landinu ég verið að koma úr Flókadal á núna líka sem er full af laxi En einhver með eldislaxi eða? Sem betur fer ekki Nei, þú ert svolítið heitt þar Ég ætla að segja en við skulum ekki láta þennan þátt snúst það en ég get alveg byrjað að þú vilt Nei, en það er bara þannig að við þurfum að ná þessum sjókvíum upp úr sjónum við Íslands strendur það er ekkert öðruvísi Þegar ég sá svo bara myndir þarna ég hef aldrei pælt í þessu bara eldislaxi, ekkert pælt í þessu sá bara svo myndir af þessum hana Hnúðlax Nei, þetta er lúsjetnir laxar sem svamla hálfdauðir Já, það er ekki gott Nei, þetta er ógeðslegt og það á ekki að setja þetta onni sig Nei, það er alveg, nei. Mér langast að dókst að prófa að fara að svona sjókví og prófa að veiða Hvað gerist? Maður fæ bara hverju kasti Örglega, eitthvað skakkan lúsjetinn lax, væri það góð? Já, nú skiptum tópik að hún Inga verið ofur reið sko. Já, ég get orðið mjög reið En sko veiðin en þú er ekkert farið að skjóta og svona Nei Drepa þannig dýr Nei. Eða þú dreipur náttúrulega kannski ekki laxana Jú, einn og einn sko. Þess vegna var ég smá sein til ykkar að fara með einn í reikofnin Kópói En má það bara? Dreipa einn og einn? Einn á dag eitthvað svona Það er að reyna svona að stemma stigu við þessu öllu saman Ok Stemma stigu við hverju þá? Það var bara ekki vera að drepa allt sem veiðist og þá verður svo lítið eftir í ánum Já, en það er samt að drepa eitthvað ekki? Það má alltaf drepa eitthvað Annars verður ómikið? Já, ekki ómikið Það verður aldrei ómikið? Af laxi, skilur við? Ef þú dreipur ekki neitt? Ef ég dreip ekki neitt það getur alveg gerst og það eru uppi kenningar um það líka að þegar við dreipum oflítið þá verður of mikið af laxi í ánum og þá það er ekki gott sko. Og líka ef það er að sleppa of mikið að seiðum í ánar og svona það verður of mikið Já Hvaða dýr dreipur laxa og borðar? Er það bara uglan? Nei, valla Er það bara fálkin? Endur? Já, svona fiskjönd minkar, selir Já, auðvitað mávar jafnvel Já, það eru hættur alveg, já. Hættur fyrir laxinn Já. Einu skiptin sem ég næ að veiða fisk núna með mínum bönnum að þegar ég hef ekki náða sinni sem neitt er hérna í polli á leiðinni til Greinivíkur Það er bara svona man-made pollar og bara smekkfullur af einhverju bleikju og þú kastar út í og fær bara fisk strax Það er einu skiptin sem ég næ fisk En það er mjög skemmtilegt fyrir óþólum með menn og menn sem er að kenna börnunum sínum að veiða Algjörlega Ég fæ við satt veiðikortið á hverju einast ári og fer hérna út í Elliðaárnar og Elliða vatn fyrir ekki Já, ég ætla að segja og er að laumast í Elliðaárnar Gerði það þetta einu sinni sem mistök að það stóð á kortinu eitthvað svona það má veiða 100 metra frá vatni og ég eitthvað, ok, þá má ég fara í ána fór í ána og þeir komu og húð skömmuðu mig sko húð alveg þannig að ég var bara strákar, slökum á strákur niður ég vissi þetta ekki, jari en allavega, og ég næ eiginlega ekki neitt að veiða það sko. Og vantar batteri í vélina eða? Hvaða vél? Þessa hérna? Ingu? Það er allt í lagi, ég lít svo illa út og er bara komið beint og veið ég er svo bitin eftir lúsmi ég er ógeðslega með klæja svo því trúið ég ekki Já, ég fekk að mitt mikið á hálsin Með þetta hálsinum og andlitinu með á augunum og enninu og þetta er Nú, ok, lokið er opið ég held að vanta þið Það er bara, ég skil, ok Jæja, en hérna, hvað ætla að segja, en gerur ekkert fyrir að komast hjá því að fá lúsmi í bit? Ég hef ekkert verið bitin hingað til, ég bara lendi ykkur í árás svona á árbakkanum
Já, varstu sent að kveldi eða? Nei, ekkert ekki svoleiðis. þannig sko. Þannig að maður bara, ég settist á okkur og þú og það var bara ráðist á mig. Já, þetta er Já, svo er þessi óþolandi. net virka ekki heldur sko. Það fara inn í netin einhvern veginn. Ég náði ekki eins og, ég var ekki eins og með net, en hérna, já, ég bara, Já, er það er álæðan á hálfinu á þér. Já, sjá þetta. Þetta er ekki sjómasvænt, við erum ekki með smingu eða neitt. Nei, Við erum öll, þú ert nú étin sjálfur á hálsinu. Já, eftir tjaldútilegun okkar. Og öndunum og já. En mér er svo merkilt með þetta lúsmi, af hverju er þetta ekki bara í Garðabænum og í Fossvoginum og á höfuðborgarsvæðinu og út um allt? Af hverju sleppa þar við að koma hingað? Þeir eru bara, ætlum ekki inn í borgina, við bara verðum til sveit. Lalalala. ég vildi ekki svar við þessari spurningu. Nei, mér finnst það bara áhugavert. Já, ég veit ekki, þannig að það er elska að vera í einhverjum rjóðrum og runnum og einhverjum svona, í Já. sveitinni, eitthvað. Já. Kannski er eftir að koma. Já, löng leið. Vonum ekki, Við vonum ekki. nei. Úh, Það var aldrei svona þegar maður var krakki. nei. Nei. Það námið bara hérna land fyrir örfáum árum. Það er, já, En það var alveg mý, Já, eins og mývatni og svona. já, og það hefur alltaf verið alltaf læg fyrir mig. Ég er aldrei bitin af því. Nei. Svo kemur þetta helvíti. helvítis, Já, helvíti. Já, já. En hvað hérna, þú náttúrulega ert ennþá með Skot Production, Já. sem við vorum að vinna fyrir. Við gerum þessa seríu þar. Hérna. Já, háseta. Já, já. Það var ein skemmtileg serja. Og mjög skemmtileg, mjög kaotísk manni og við vorum mjög lengi að klippa hana, ef mann rétt. Við sátum yfir efninu heil lengi, vorum ekki alveg að finna út í hvernig ætluðum að gera þetta allt saman, en gekk vel á endanum og við erum ennþá í dag stoppaður þetta á götu og bara háseta, það var nú alveg serja. Já, Eitthvað svona. hún var geggjuð. Já, hún var svolítið skemmtileg. Við hittum líka á einhvern veginn fullkomnu áhöfn, sko. Já. Sem var bara svona svolítið Hlini að þakka. Hann gafst ekki upp að ringja út um allt hann að fá pláss fyrir okkur. Já, Já. Og svo líka bara það að við höfum einmitt farið um borð í þennan bát, sko. Af því að strákandarinn um borð voru svo miklar persónur og hérna byggu til svo gott sjónvarp Já. bara fyrir okkur, sko. þetta var Þetta- ótrúlega vel hefna. Já, þetta var ævintýri, en Já. hérna en núna Skot Já, já, eitthvað framöndan sem má tala um eða það er svona eitt og annað, eitt og annað, já. sumt í pípunum og maður veit ekki alveg, en það hefur nú oft verið meira að gera heldur en akkur núna. Já, það er smá læðið við landir í sjónvarpsbransanum. Já, Við og þekkjum bara það nú. kvikmyndabransin allur, hann er í vandræðum, Já. svona lægð. Já, Maður já. finnur það þegar maður kemur upp í hérna, kukl og þar að allir bílar bara inni, sko. Já. Er þetta pólitíst eða er þetta bara eitthvað svona óhefni að við segjum á þessu stað? Er þetta blanda bæði? Það er Ég hugsa að raskir. sé blanda báðu, en það er alltaf pólitíst að það sé erfitt að fá endurgreiðslunar sem að skipta öllu máli í þessum iðnaði Algjörlega. og eru ekki styrkir, svo það sé bara tekið skýrt fram hér, heldur er þetta til þess að koma hjólunum í gang og það skila sér alltaf tilbaka áttfalt. Það hefur alveg verið mælt. Kjörís, já, bestu ísar á Íslandi er Kjörís. Og ég er ekki bara að segja það því þau eru að sponsa okkur. Kjörís ísinn, bara ísinn Kjörís er svo miklu betri en annar ís. Ég elska Kjörís. Jú, Two Guys, smass hamborgarar af bestu sort. Ég elska Tupac hamborgaran. Þetta er, sko, ég kemur ekki eins og í orð hvað þetta eru góðir hamborgarar. Ef ykkur vantar og langar í góðan hamborgara þá farið á Two Guys. Margoft. Þannig að þetta er bara hjálp við að koma hlutunum af stað, koma þeim á koppin. Og nú er að reynast okkur erfitt að fá endurgreiðslunar. Út af einhverjum breyttum vinnubröðum og viðmiðunum hjá endurgreiðslu nefnd. Og það hlýtur að vera pólitískt. Já. Þetta er önnur ríkisstjórn núna en hefur verið. Já, og svo líka bara sem dæmi, það eru bara komnar úr 2 íslenskar kvikmyndir núna á árinu, held ég, og ég held þess að engin önnur á leiðinni, Einmitt. sem er ekki gott. Við viljum meira og meira sjónvarp. Við viljum meira sjónvarp og það skiptir svo miklu máli að nú hefum við verið minna í leiknuefni og meira í efni, þú veist, eins og hásetum, kappsmáli, golvaranum, þú veist, svona efni sem er ekki leikið, heldur bara svona íslensk sjónvarsefni. Og það skiptir svo miklu máli og það sem drífur mig oft áfram er líka bara að okkur á að vera umhugað að búa til íslenskt efni á íslensku. Algjörlega. Sama hvort það er leikið eða ekki. Og það skiptir mjög miklu máli bara fyrir okkur öll. Þannig að það er ekki gott þegar ástandið er eins og það er núna á umhverfið. Þetta er örmarkaður sem við erum að vinna á. Þetta er lítil þjóð. Þetta eru 3 sjónvarpsstöðvar. Og það er alveg ferlegt ef við fáum síðan ekki það
svona þann bakgrunn og það hvað segir maður, svona þetta pús svo í sletti nú til þess að búa til allt þetta efni þannig að við erum bara við erum öll með áhyggjur af börnunum okkar hvernig þau umgangast íslensku og hvernig þau læra hana og hvernig þau tala hana og það getur enginn passað þetta nema við og þá skiptir mjög miklu máli að því að samkeppnin ekki bara erlendar kvikmyndir það er allir tölvuleginir það er YouTube, það er Netflix, það er Disney, það er Amazon þetta er engin smá risar sem að íslenska tungumáli er að keppa við Algjörlega, og líka talandum sko bara leikiefni, nú er ég mikið fan af leiknuefni en ég vil líka hitt sko. Já, við þurfum bæði Já, við þurfum að hafa gott bland á milli sko. Og það hefur svolítið verið lenska núna að gera meira af leiknu og minna af hinnu að það er að finna einhvern svona Já, það þarf að vera eitthvað fyrir alla Þannig að við erum bara að potast áfram í þessu og það er stundum við brjálað að gera. Það koma ár þar sem við erum bara eins og hamstrar á hjóli og svo koma ár líka eins og hafa verið núna. Þetta er nú eiginlega svona annað, þriðja ári þar sem að er ekkert of mikið að gera og við gætum verið að gera miklu meira. Og svo eru auglýsingarnar, við erum líka framlega þær og þær hafa líka verið fleiri á einu ári en þær eru samt alltaf lægi en þá. En golfarinn er í sjónvarpinu núna. Golfarinn, já. Ég hef alltaf gaman að sjá ykkur á forsíðunni á sín. Er það ekki? Jó. Já. Maður fyllist á hlíu, sko. Er það ekki? Jó, ég er náttúrulega ekki mikið í golfi sjálfur. Nei. En horfi stundum, ég sá Hvað ert þú eiginlega að gera? Þú varst að veiða, hættur því, eftir lítið í golfi eiginlega ekki samt, einu sinni varst að hjóla og hættur því og hvað ert þú að gera svona, þú veist, þú nennir ekki að hlaupa fyrir sleilt í ræktinni, hvað ert að gera, veit þú það alveg 3 börn, það er hellingur. Nei, ég ætla ekki að segja það, ég er nokkuð duglegur í ræktinni, sko, ég hef ekki verið duglegur reyndar núna seinustu 3 mánuði. En heilt yfir er ég nokkuð duglegur. Ég tók upp á því að byrja að skíða aftur eftir mörg ár og nú erum við farin að fara saman vinnuhópurinn til Austurríkis einu sinni ári og ég fann að kenna krökkurum að skíða. Gallinn við skíðin á Íslandi er að það er bara opið í Bláfjöllum í svona 6 daga á ári. Þannig að það er erfitt að nota það sem eitthvað hobby yfir allt árið sko. Ég var alveg til í að golfa meira en eins og þú þekkir, þegar maður er með lítil börn þá er erfitt að fara 18 hólur á dag sko, en það er samt alveg hægt sko. Ég á alveg vini sem ég á 1.000.000 börn og þeir fara bara samt í golf sko. Eftir 8 á kvöldin? Eða fyrir klukkan 8 á morgnana sko. Þú veist, ég bara frægast að dæmi væntanlega Logi Bergmann Eiðsson sem á eitthvað 17-18 börn. Akkurat. Og hann er alltaf í golfi og hefur alltaf verið. Já. Heldur því bara við sko. Ringi hann og fór ráð. Já, en ég held samt líka sko, ég veit ekki kannski er þetta eitthvað leiði, ég veit ekki, ég fljótur að missa trúna á þessum hobby ég er svona, mér finnst þetta gaman í smást, það getur vel verið eftir 3 ára hann enn ekki lengur að koma með eitthvað til Austurríkis ég er bara búin að skíða nóg Nei, það er svo sjaldan, skilur það er bara einu svona ári Ég er stemmingsmaður, mér er gaman eins og ég var að segja fyrir podcastið maður saknaði svolítið að vera upp á skot að því þú var svo dugleg og góð að halda svona árs Pepdaga Já, bara svona hvað kallar maður þetta góður íslensku? Þetta var einhver skotgleði. Skotgleði, já. Þú ert góð að búa til gleði. Takk, þetta var fallegt. Vá, ég ætla að sopna með þessa setningu í huganum kvöld. Ég er góð að búa til gleði. Góð að búa til gleði, já. Og halda utan um fólkið þitt, sko. Og þannig dagar finnst mér eiginlega skemmtilegri heldur en eitthvað að fara í golf eða fara að veiða eða skíði, sko. Þeir eru líka svo sjaldan, svona. Ég veit það. Hvort er þetta gaman að pródúsera gleðidag eða svona stemningstemi fyrir fólk eða vera í því? Er þið alltaf með svona spurningur? Hvort styrst þér, þú veist? Nei, bara mér datt allt í nú. Já, ok. Því mér er líka gaman að svona búa til eitthvað. Svona. Mér finnst mjög gaman að pródúsera eitthvað. Já. En svo er þetta líka hrikalega gaman að taka þátt í því. Já, en er það ekki svolítið meðvirk því að allt gangi upp og gangi vel og öllum finnst gaman? Jú. Er þetta bara klassíska spurningin hvort þetta er betra að gefa en að þykja það? Já, í grunninn sko. Mér finnst því bara alltaf vera að pródúsera eitthvað. Maður er alltaf að pródúsera bara í lífinu og svona í vinnunni, vinn við það þar. Já, þú ert svona pródúsent í þér. Já, en þú þarft að ferma barnið, þú ert að pródúsera þá veislu einhvern veginn og það allt. Eða gifta börnin eða hvað þú ert að gera eða hvað veisla það er eða hvað. Maður er alltaf að pródúsera eitthvað. Bara hverjum einsta degi reyndar er maður bara að pródúsera daginn og finna út úr þessu hvað gerir þetta og svo erum við þarna. Hvort er erfiðara eða auðveldara eftir því sem börnin eldast þú veist, mamma segir oft eitthvað svona lítil börn, litlar áhyggjur, stór börn, stórar áhyggjur nú ert þú að væli við því að hann sé eitthvað svona þetta er bara öðruvísi. Já, maður hættir aldrei að hafa áhyggjur á börnunum sínum
Já, það hræði mig smá Já, eins og nú býr dóttir þín erlendis er hugur þinn alltaf hjá henni einhvern veginn svona, hún er útlundum, ég þarf að passa Já. það að ringi hana, hvað segir þú, hvernig hefur það já. ok, ertu búin að borða í dag, já, þú verður að passa það að sofa nú eitthvað Já, sérstaklega hún er ólétt núna, sko, þannig að maður er alveg svona... Já. En svo ætlum maður, heyri í henni möttu. Nei, heyrðu, það er nótt hjá henni. Það er náttúrulega líka stundum svolítið erfitt. En maður hættir aldrei að bara vilja vita alveg nákvæmlega allt hvað börnum manns er að gera, alveg þannig að maður er hann óþólandi. En þú ert ekkert á tauginni ef hún er að fara í flug, eitthvað svona. Nei, þú treystir því alveg. Já. Mamma er svolítið stressuð þegar við fyrir mig í flug, krakkarnir hennar. Já. ég skil, Það er alltaf tæft, Já, eitthvað svona, gæti farist við ég tengi alveg það sko og sumir fara ekki saman, sumar fjölskyldur fara ekki saman í flugvél. Já, ég hef heyrt af því. já, pabbi vildi ekki halda 60 sammæli sitt á TNI og taka alla í sama flug hann bara hætti við þetta það var 2 vikur fyrir, bara ég er búin að cancela þessu við erum ekki að fara Já, þú greinlega sonur hans. Skiprættur fjölskyldina þín á leiðinni til Egilsstaða eða hvert það var. ég er mjög líkur föðu mínum, það er vissulega rétt sko já, það eru ekki öll lík fóreldurum okkar á einhvern hátt Jú, ætli það ekki bara. það er ekki lendið að vera eitthvað, ég er alveg sem mamma mín eða, ég er alveg sem pappi Jú, alveg. já, og svo vera börnin okkar örugglega alveg sem við og Já. Það er allir einhvern veginn að passa sig að vera ekki með ókosti fóreldra sinna. En vera með kostið þeirra. já, ég las eða heyrði einhvers þar sama hversu vel þú eru börnin þá muniðu kvarta yfir við sálfræðing eða einhvern Já, þau munu finna eitthvað Já. Eitthvað, þú varst alltaf að vinna. símanum pabbi Við fæðumst fullkomin, sko. Og svo koma fóreldrarnir og skemma börnin sín. Já, það er það er mjög rétt. góð kenning Kannski samfélagi líka bara einhverju leyti. Já, mögulega. ég er samt farin að hallast meira og meira því líka sko, að fólk fæðist með persónuleika Já. ég sé það bara á börnunum mínum sko. Já. þau eru mismöndi skapgerð mismunandi svona allett svona reyfi greindin í þeim er misjöfn og bara allt sko. Já. og það er ekki eitthvað ég að alað upp þannig Nei. hann bara fættist með skap Já. hún fættist bara með jafnægi hann fættist bara svona þannig að þetta er held ég rosalegt bland af bæði Mín sko. börn er mjög ólík. Akkúrat. Hvað þetta varðar. Já. Og yngsta er svona svo sem er kannski líkust mér í sér. Og ég er ofta að segja við sískinina að þetta verður allt í lagi. Ég var svona líka. Já. Ég var nefnilega, þú veist að segja, ég var svo góð, haldið upp í gleði og eitthvað næs og eitthvað svona. Ég var algjör, ég reif mjög mikið kjaft. ok, Já, á hvaða aldri svona úlingsaldri. já, það er nú bræðilegt Já, eitthvað svona en ég fæði, já, það er... en varstu þá líka óþekkt barn Nei, Svona- ég var ekki óþekkt þannig, sko. En ég er kannski smá brakkari, en jú, kannski svolítið óþekkt. Varst það reykja og drekka og rífa kjaft og eitthvað svona rebell í þér. Já, alveg. En ég fekk svo útrás þegar ég var sett í ræðulið. Það var mjög gott. Já, þú varst góð í því. Já, eða þú veist, já, þar fekk ég að rífa kjaft, sko. í FG Já, þú varstu þá í Morfís eða já. já það leðilt með Morfís ég hef heyrt það frá krökkum í menntaskóla þú kannski átt krakka á þessum aldri að þessi keppni er svona að hverfa svolítið ég heyrði það frá bróði mínum þegar hann var í mentaskóla fyrir þetta löngu Já, að þú veist það var engin svona sérstakur áhugi fyrir þessu og háskólabíó var bara hálffullt og nú er það. þegar við vorum í mentaskóla þá var þetta bara svona íventin yfir árið og bara þú veist MR á móti Já, Vestló þetta var rosa stórt. Já, og bara holdt fyrir krakka að vera eitthvað að debata það er rosalega holt. eitthvað bandaríkin með á móti Já, bara hvað sem er. Ég rífist yfir því bara peningum. já, peningar með á móti Já. Og bara, þú veist, eru Íslendingar öðrum þjóðum æðri. Rífumst það. En það er svo gaman að, þú veist, taka rök og raða þeim niður í eitthvað og vita svona sirka hvað ætla hinn að segja, hvernig ætla ég að svara því og þetta er rosalega skemmtileg æfing í bara, þetta er mjög gömul íþrótt. Já, einmitt. Mennskulistin. já, algjörlega Og það hefur fyllt þér svolítið í fjölmiðla geran. Já. Taka viðtöl og Já, eitthvað það svona. hefur örgulega hjálpað mjög mikið. En þú varst ekki mikið kannski að negli fólk eitthvað svona Helga Seljanast eitthvað. Ég var ekki eins og hann, ég var ekki því kaliberi. Ekki alveg þannig. Nei, ég var svona, það var líka svona, ég var svona Ísland í bíti og Ísland í dag, maður þurfti stundum að taka svona grilla eitthvað stjórnmálamann. Já. En já, ég var ekki kannski, það er líka eitthvað með mig, jafnvel þegar ég er alveg fjúkandi reið, þá sér það enginn. Já. Það er svona, kannski, ég veit ekki Felur hvort það er galli. Nei, ég held að sjá allir hvað ég brjálu en þá hugsa allir, hvað hann er grútleg. já, Já.
en hérna En sem yfirmaður í framlýstu fyrirtæki þá ertu stundum svona eitthvað að hrista við fólki. það? Ég man þegar við vorum drullu lengi að klippa háseta þá þurftu svolítið svona strákar drífa sig, afstað og maður já, Inga, let's go ekkert á slæmanhátt, skilur bara eins og Varstu ekki hræddur? Nei, bara eins og nei, alls ekki hræddur bara eins og mæður gera þegar börnin eru eitthvað svona drullu ykkur æfingu Þetta var móðurlegt hjá þér. Já, það er ekki verið eitthvað svo leiðis. Já, svona, fara á æfingu Mamma skota eitthvað að stýra þessu. Já, sem bara hlýja og bak við það, skilur Já. það verður ekkert eitthvað svona brjáluð, skilur Nei, Nei, ég verði ekki ofta reið. En lærður eitthvað í háskóla? Man ekki, var það? Ég fór í háskóla en ég lærið ekki neitt. Nei, já, ég skildi. þess gráðu bara Það var bara gaman eitthvað. Ég fór og tók hagnýta íslensku Já. og svo fór ég að djóka eitthvað læriði listfræði bara ganni mínu vel gert. en hérna svo fór ég út í svona stjórnendanám í Media and Entertainment í hérna ESE. Var það löngu setna? Já, það var bara eitthvað 2015, 16 eitthvað. Já. Hvar? Þetta er spænskur háskóli en þetta var kent í LA, New York og Barcelona. Já, gaman. Já, leiðinda staðir sem ég þurfti að fara á en þetta var svona kent í módulum þannig að maður fór og hérna en það var mjög skemmtilegt, það kentist það líka mörgu fólki úr okkar bransa hérðan og þaðan úr heiminum. Það var mjög skemmtilegt. En svo ertu ennþá ræðismadur eitthvað? Já, ég er ræðismadur Spánar á Íslandi. Og hvað gerir aftur ræðismadurinn? Hann gerir ýmislegt hérna, ég sinni Spánverjum á Íslandi og líka svona potast eitthvað aðeins í tengsl þessara tveggja þjóða. En er það bara vaknar á mótnan og opnar einhvern tölvupóst allt ræðismadur eitthvað, eða hvernig? Ég er nú með konu mjög til aðstofar í þessu sem er til dæmis betra en ég í spænsku sem er mikilvægt. En já, við þurfum að gefa út neyðavega bréf og það eru það eru flestir spánverjar sem komingar sem eru mjög margir að ferðast hingað og það hér búa eitthvað 2000 spánverjar allavega eða meira. 2000? Já, mjög margir. Cirka. Og ekki allir skráðir, maður þarf að registrera sig og það gera það ekki allir, þannig að það er svolítið erfitt að segja nákvæmlega. En hérna, já, og ég meina, fólk sem kemur hingað, það lendir í alls konar, þú veist, það getur slasað sig eða svo lenda sumir í fangelsi og það er alls konar verkefni, þú veist, sem þarf að sinna og passa upp á að allt sé í lagi. En er þá engin embættismaður frá Spáni í vinnu hérna? Það er eitthvað svona það er Carlos sem er... Carlos var hérna. Ég bara gisk. Heitir hann Carlos? Hann hætti fyrir ári síðan og María Luisa tók við sem sendiráðs fulltrúi, sem því að sendiráðið þeirra er í Noregi og svo er fulltrúi þaðan sem er hér sem ég vinn með líka. Já. Varstu bara að bulla með þetta nafn Carlos? Alveg 100%. Ég bara þekkir Carlos. Já, nú er Míko bara... Svo fær ráðismaður stundum að gera eitthvað skemmtilegt eins og þeirra koma hérna orustu þóttur á æfingar að fara maður að skoða þær eða svona einhverjar freigátur svona skip og maður bóðum borð og mist svona allt svolítið svona, það er svona skemmtilegt. Og ertu bara æfir á þinn eða hvernig? Ég hugsa ef ég myndi ekki segja upp þá, já. En hérna, ég er nú að vonast til þess að Spánverjarnir opni sendiráð hérna eins og við opnum sendiráð á Spáni 1. desember. Gerum við það? Já, við gerum það. Madrid? Já, Ísland á núna sendiráð þar. Höfum við aldrei átt sendiráð fyrir það? Nei, sem er alveg magnað. Spánin er svona okkar annað heimili bara. Já, en það var komin tíma á þetta. Þannig að ég er nú að vona Spánverjarnir og þeir eru búin að segjast ætla að gera það en þeir sögðu muy pronto og við veitum alveg hvað það getur þýtt á Spáni. Já, fljótlega einhvern tímann. En þegar það gerist, þá hætti ég sjálfkrafa sem ræðismaður. Þá þarf ég að ræðismaður, já. Hvar er best að versla? Ég get svaraði fyrir ykkur. Það er að sjálfsögðu í Bónus. Besta verðið, þægilegast að versla og allt upp á 10. Bónus, 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 Bónus. Allandsólega þú velur þína dælustöð. Ég er persónulega að velja dælustöðuna á Sprengisandi vegna þess að ég bý þar nálagt og dæli alltaf þar og það munar. Sérstaklega út með svona bensínhák eins og ég. Allandsólega, lang besta bensínið. Móðins.is einu gluggatjöldin á Íslandi sem er eitthvað varið í. Hvað er betra en að vakna á sunnudögum eða laugardögum eða hvaða degi sem er og fá sér Coco Puffs. Hversu gott er Coco Puffs? Krakkar. Hver er hérna aftur sendiherra Íslands Spáni? Hann heitir Kristján Andri og reyndur maður og hérna hann situr hérna sem sendiherra núna. Já. Hann er frændans Ara Eldjón. Já. Vá. Þarf maður að læra tungumálið eða vera með tungumál á hreinu ef maður ætlar að vera sendiherra einhvers staðar? Ég myndi halda að það veri mýl kostur. Er íslenski sendi herran eða frúin í til dæmis Japan
talar viðkomandi þá japönsku? Ég veit það ekki, Nei, ég veit ekki en heldur. það væri kostur. Arigato. Já, ég veit allavega að Svanhildur tala ensku, hún er hann í Washington. Logi, hann Þetta er gott. þvær ekki þvott nýja sko elda mat. Hann er bara í golfi, sko. Já. Já, hann sagði eitthvað það. Ég er hérna með Golf Gamebook og ég sé, þú veist, ég hugsa þessi 2 á dag. Logi started a round. Og er hann það bara lækki fórgjöf, bara fullu bara. Já, Fór út í 20 og hann er bara að spila mjög vel, ég get sagt ykkur það, ég fylgist með. Er Logi, er hann alvöru góður í golfi? Já, hann er mjög góður í golfi. Er það? Já. Hann er alveg svona kringum 10 fórgjöf góður. Já, hans er lagri. Vá, Hann er auðvitað komin undir 10. ok. Ég hef alltaf hugsað að Logi sé bara svona, Allt í lagi. svona slúppert í golfi. Bara svona mig. Nei, Nei, ok. nei, hann er mjög góður. Vá. Já, og Svanhildur er komin undir það líka. Ok, já, hún er minni tíma. Aðeins minni tíma, það er brjálega að gera hjá henni. Já. En það sem ég bý við með golfið, að þú varst áðan að drulliði mig fyrir að sinni ekki sem áhugamálum mínum, að ég var í golfi sem krakki, sko. Já, þá ertu með sveifluna í vöðaminninu. Já, ég Ó, fór í hvað golf, já, ég fór í golf daginn í brúðkaupi og var bara drullið fýtt, sko. Hvernig brúðkaup á það eiginlega? Það var bara brúðkaup út á landi og svo einn daginn það var, Í brúðköpunu. neða, þá einn daginn var bara, þú veist, golfmót, skilur við. En gaman. Og ég hugsaði, að nú ætla ég að fara aftur í golf. En svo bara eitthvað, gerist eitthvað. Ég vildi að byrja fyrir í golfi og væri með þetta í vöðaminninu. Ég þarf alltaf að hugsa í hverju einastu sveiflu. Ok, minn standa svona, fókin hér. Já, sama hvað þú fer oft. Alltaf. Já. Og ég er ekkert sérstaklega góð í golfi. Nei. En hérna, það er eiginlega það leiðilega í þessu sko, að vera með golfþátt. Það halda aldrei í sérstaklega góð í golfi. Að þegar við klippum auðvitað út ógeðslegu skotin. Já. Og þetta, það sem heppnast, þannig að ég veld vonbrigðum hvert sem ég fer á golfvöllum. Þegar fólk kemur bara, já, kemur hérna þessi snillingur, svo bara, Gaman er með þér í hollið. Þú ert svo frábær og góð og bara svo bara. nei. En Hlynur er fýtt með það ekki? Jú, hann er fín í golfi. En hvað er betri, Hlynur eða Logi? Ég held að Logi sé betri. Já. Þú hann að Hlynur sé ekki að hlusta. Nei, það er betra fyrir því að segja Logi sér betri. Já. Upp á bara loga og vináttuna. Já. Já. Hlynur þólir þetta. Já. En við höfum talað um þetta bæði, hann veldur líka vonbrigðum. Það haldi allir þetta við séum bara með eitthvað 2 í fórgjöf eða eitthvað. Það séum með 20. Já. En hvernig gekk þetta? Ég sá eitthvað einslagast að Steindi og strákandir voru hjá okkur í þættinum og Steindi að spila sinn fyrsta golfring ever eða eitthvað. Það var svo gaman. Gat Steindi eitthvað það? Hann getur merkilega mikið með við hann hefur aldrei spilað golf. Já, hann er náttúru talent í íþróttum, ég er alltaf að segja það. Já, hann verður enga stund að ná sér að strika í þessu. Fyrir utan það hann er búin að kaupa sér eitthvað svo fína græjur og hefur svo gaman að þessu. Og bara strax í dýrasta settið og bara let's go. Já. En ámar ekki að byrja með lélegt sett og vinna sig upp, er ekki erfitt að byrja með besta að því, þú veist, eða hvað? Skiptir engu máli. Þú byrjar að fá bara að lána þér eitthvað kilfur. En svo áttu fljótlega að fara í mælingu og fá úr því skorið hvernig kilfur henda þér. Já, ekki sama hvað. Já, hvað lengd og hvað stífuleiki og Er það ekki þetta. samt smá snobb? Þegar nú hef ég spilað með sömu kilvurnar í 30 ár, sko. Já, en myndið þú fara á skíði og taka bara einhver skíði og skipta einhver máli hvað þú þungur eða hvernig þú skíðar Ok, þetta er þetta mjög góða punktur. þú þarft að fá eitthvað sem henda þér. Ok, þú eiginlega rústar þessum örökum með þessu skíða samanburð, það er rétt. Já. Og myndir segja eins og í skíðunum að þetta sé jafn mikilvægt að láta mæla á sig golfkilfur og skíði? Já. Ok. Fyrir það kannski að ef þú ert á kolringum skíðum þá getur alltaf bara meitt þig. Já. Gerir það kannski ekki í golfinu. En hvernig ertu á skíðum? Af því ég hef séð á Instagram eitthvað að þú varst í ykkur skíðaferði eða eitthvað. Ég er bara fín skíðum. Já, ok. Já. Ég er ekki snillingur, ég er svona í öllu, ég er ekkert góð í neinu, en ég er ágætt í mörgu. Skíðunum vantar svona, einmitt eins og forgjöfun í golfinu, að geta sagt eitthvað, já, ég er 10. Já. Eða ég er eitthvað. Skíðunum vantar það. Það er ekkert sem mælir getuðina. Nema bara eitthvað á traður niður brekku eða eitthvað. Ég er svolítið að mæla alltaf sko hraðan á mér. Já. Metið mitt síðan bara fekk þetta úr og já. Er það að nota slopes og svona? Nei, ekki slóp, bara basically bara eitthvað að mæla hraðan. Okay. Það var eitthvað 110. Það er mjög hratt. Já, ég er svolítið ánægð með mig sko. Já. En það er samt ekki gott við með því að einhver sem kann ekki neitt á skíði gæti alveg fara þeim hraða og bara dottið. Og dái svo leiðir. Drepið sig, já, algjörlega. En ég er ekkert að gorta með þessu, ég er ekkert eitthvað. Það staði samt smá. Já, Þú tala um þetta í podcasti. Já, þú ert alveg að segja. Já, svo sem. En hérna... Það var 110, nú ég kom að segja hrattið ekki, en... Já, hún segir sér hratt. Það er mjög hratt. Þú fer ekki mikið á 110. Nei, ég hef aldrei farið svo hratt. Ég hef mælt mig mest í rúmu 90 eða eitthvað. Þá var ég alveg með hjarta í buxun. En varst þú alveg krakkana á skíðum? Já. Ok. Já,
geggjað. ól þau upp úr skíðum. En þau kunnu öll svona eitthvað. Já, þau eru mjög fín skíðum, öll. Varst að fara mikið í Bláfjöll og Liðafjall eða eitthvað svona? Já, og fara með þau út. Ok, Já, skíðum svolítið fyrir norðan. ok, Já. ok. Já, þetta er draumurinn sko. En eina erfiðan við það er að kona mín hefur aldrei farið og er mjög þrjósk og mun aldrei fara. Ok. Þannig að ég þarf svolítið að taka þetta einn á kassan sko. Já. Við draugum hann í þetta. Já, ég þekki mína konu sko. Hún fær bjú kannski bara í skíðaskonum. Já. Það tala um bjúin. Fyllir út í skóna. Já. Nei, Nei, mér staðalega trí sem bara er að, þú veist, þú vorst að spyrja hvort það verið góður skíðum. Maður svona, ef maður kemst þangað sem maður ætlar að fara og þú veist, er ekki vandræði með að stoppa eða komast í gegnum einhverju hindranir, þá er maður bara slarkfær og þá er það bara gaman. Svo getur maður alltaf bætt sig. En svo ertu mikið tennis, sko. Já. Alltaf í tennis? Já. Var það líka bara eitthvað svona alltaf í tennis með pappa og... Nei, ég tók nú upp á því alveg sjálf. Já. Það var þannig sko, ég byrjaði þegar krakkarnir voru svona litlir eins og eitthvað krakkar og þau í 5 leikum og það var svo gaman að horfa á þau í 5 leikum og hérna þau voru alltaf að hoppa út í einhverja svampagrefjur og trampolinum og svo sátum við mömmurnar svona vá hvað væri gaman að gera þetta okkur langaði líka að fara að hoppa á eitthvað þannig að við plötum þjálfaran til þess að búa til fullorðins 5 leika fyrir okkur mömmurnar, við fengum tíma á 10 á kvöldin eða eitthvað þegar hérna, allir aðrir voru búnir og þarna byrjuðum við að hoppa og skoppa og fara í handalaup og araba og eitthvað flikk og hvað þetta heitir ég hafði aldrei 5 leika sem barn þannig að ég er bara svona styrð og alls ekki tíman í það en maður var nú farin að geta gert eitthvað það var ógeðslega gaman þangað til að ég held ég gæti aðeins meir en ég gat og hérna fótbraut mig Já. Hvaða æfingu varst að gera? Ég var að gera heljarstökk af trampolíni lenda á mjög mjúkri dínu en tókst einhvern veginn samt að lenda eitthvað snarlega þannig að ég jafnaði mér á því og hugsaði að ég ætti kannski ekkert að vera í þessum 5 leikum þannig er ég, þú veist, á ykkar aldri og hérna já, kannski aðeins yngri rúmlega 30 eitthvað og þá hugsaði ég, þá er ég að vera eitthvað annað og þá var alltaf langað að kunna tennis af því að aðalega þegar maður er eitthvað í fríi og sólaströnd eða eitthvað þá er svona tennisvellir þar og það er svo leiðilegt að kunna það ekki mér langar alltaf svo að fara að gera eitthvað svona þegar maður er í fríum mér er svo gaman að vera í einhverju activity tengi og hérna, þannig að ég fór bara tennisnámskeið og hef verið í því síðan En ertu okkar búin að prófa þetta nýja æði, padel? Já, líka búin að prófa það það er mjög gaman líka En hver er svona munurinn á tennis og padel om þið byrja þetta saman? Padel er svona ekki eins tæknilegt þú veist, þú getur bara alveg spilað þó þú hafir ekkert eftir þannig, þú veist, þú getur bara að leikja þér í því þú veist, það er ekki svona uppgjafir og náttúrulega minnivellir og þannig að, en þú veist En er tennis það erfiður nú hef ég aldrei farið í tennis gæti ég spila við þig? Bara svona tennis? Upp á djók, bara eitthvað svona Nei, en þú gæti það í padel En gæti við ekki spila saman tennis og þú myndir bara leifa mér aðeins að vera með bara svona búm, búm Jú, en það er svo erfitt að hafa stjórn á boltanum þegar maður er ekki búin að læra neitt og svona en ef þú ert svona íþróttakall í þér þá er einhvers veginn að ná því Tennis, já það er kannski ekki náð þessari fótfestu kannski á Íslandi svona, sem eitthvað svona eru fáir að æfa tennis Reyndar, það er alltaf fleiri og fleiri samt sko. Já, ég ætla að gefa Víking mínu félagi smá shoutout af því að það eru tennisnámskeið þar fyrir krakka Nú er sonur minn 9 ára alveg með tennis á heilunum Já, er hann að spila hann í Fossvoginum? Já, og búin að fá spaða og kúlu og hvað þetta heitir allt og elskar að fara á námskeiðin þar og það er búið að uppfara vellina þarna þú kannski hefur séð þetta Já, ég hef spilað, það er frábærir kom þér eitthvað svona dómarastólar og alls konar og það var eitthvað Íslandsmóti eitthvað um daginn, bara fullt af fólki og stemming og gaman Þetta er mjög vaxandi íþrótt og svo kemur padeli með og þetta er bara alltaf fleiri og fleiri að spila þetta En svo er eitthvað annað í Bandaríkjunum sem heitir Pickleball Já, ég vil ekki tala um það Það minnst það svo asnælegt og ljótt Er það sem ekki svipað á padel? Ég er bara með mjög mikla fordóma fyrir pickleball Ég veit ekki eins og munn á þessu Nei, þetta er bara ógeðslegir litlir plastboltar sem er með ljót hljóð og pínlitli vellir Er þetta minna en padel? Já, þetta er bara eitthvað djók Ég hef aldrei séð þetta Þetta er örgulega gaman í einhverju garðvirslu eða eitthvað, þú veist, en þetta er ekki eins og squash, hvað heitir það sem að svona haldi upp í bolta Já, svona litli svona bolti Já, þetta er svoleiðis Hacky-sack Já, þetta er bara þannig Ég held að vera eitthvað völlur og vesen pínlítið völlur Það er ekkert keft í þessu ólympíuleikunum eða eitthvað pickleball Jú, er ekki keft í öllu þar Já, geti verið sko Mjög líklega sko Já, ég er smá öfundað eitthvað úr duglega að sinna þessum hobby En ég held nefnilega sé í tennisklúbbi eða tennisfélagi Víkings
Já, Já, maður þarf að vera skráður í eitthvað klúbb þegar maður að keppa. Já, Ég held ég að vali Víking. vel Já. gert. að þú keppir. Já, þegar það er í boði. Já, Svolítið síðan, sko. Og vannst eitthvað einhvern tímann eða? Já, maður vinnur eitthvað mót. Er þá Íslandsmeistari í eitthvað? Hvað? Þú veist, einhverjum aldursflokki Er þetta svona kannski. bumbubolti? Já, Já. en það er skemmtilega núna. Nú þarf ég að fara að keppa meira. Af því að nú er ég orðin 50 ára. Já. Nú get ég fara að keppa í 50 plus. Þá á maður meira sénsjur þar. Já. En það er ekki verið að keppa ykkur 25 ára ykkur gælur, sko. Nei. En getur maður þá bara einhvern tímann í sumar komið á ívent þar sem Inga-Lind Karlsdóttir er að keppa og maður getur hvart að ná hann? Já, ég skal bara ringi í ykkur ef að ég Já. skráa mig. Já. Já. Við komum með dúli og eitt sett á kantinn. Já. En hvað er svona þinn klúbbur með einhverjum helduru? Þegar bara, ég veit það ekki, það er fótbolt í gangi eða, þú ert úr Garðabænum eða, nei? Ég er stjarnan, sko. Þú ert Stjarnan, já. Alltaf. Ertu alveg upp þar eða? Já. Já, ok. Það er stjarnan. Og svo er ég orðin púlari. Liverpool? Já. Já, af hverju? Af því að kærastinn minn er það og ég ætla bara að vera með honum í liði. Út þess að börni mín, afi barnana mína, hann elskar Liverpool. Ég er United, þú veist það því að ég fór einn United leik en ég er ekkert að halda því gangandi. Þannig að þau eru púlarar líka, sko. Já. Þannig að ég ber hlýju til Liverpool. Já. Skrítið að segja þetta verandi Manchester maður, sko. En það er þér vantilega alveg sama. Eða, Um veist, þetta, í grunninn. það er samt gaman að halda með ykkur. Það er svona skemmtilega að fylgjast með þegar maður er komin í eitthvað lið. Heldur vantilega með Spáni og HM. Alltaf. Já. En er hann svona grjótarður púlari? Bara Já. skapið í honum fer bara eftir því hvernig Liverpool gengur og bara ef Liverpool tapar þá bara matabóð ónýtt og bara vá. Nei, hann Siggi er svo skapgóðu maður Ok. að það er bara hendingum að sér hann skipta skapi. Hann er alltaf glaður. Ok. Alltaf glaður. Og heyrðu, hann bað mig þegar ég sagði hann að ég var að koma hingað. Það er ekki að tala rosa mikið um mig. Já. En við getum alveg gert það núna. Já. En hann er sem sagt yndislegu maður sem er alltaf í góðskapi og er púlari og stjórnumaður. Það er nú góð blanda af manni, sko. Já. Því að, sko, tengdapab minn, það er öfugt, sko. Ef ég kemur heimsson og púlarar eru undir, sko, þá er eins gott bara að fara, sko. Já, það er Og þannig. næstu dagar eru bara ónýttir, sko. Já. Þannig að, En er hann með þér í veiðinni og vissininu? Já. All-in hann Já. líka. Já, við erum alltaf æskuvinnir þannig að við svona Nú, vissum aðeins voruð að saman í hverju skóla? vorum að ganga. Já, Já, ok. Það er nú fallegt. já, vorum svona sama vinahóp og svona þegar við Já. vorum yngri. vá, Já, næs. Og er þessi vinahópur til ennþá í já, svona myndið það? já. Bara, síðan í bara grunnskóla? Já, Vá, já. það Við er, vorum einmitt að koma úr veiði með nokkrum úr þeim hópi. vá, það er Já, dýrmætt, já, sko. Ég held að sá vinahópur á mér sem löngu döður, sko. Aha. Hvað, grunnskóla vinnhópurinn? Nei, svona, það er svona samtvinningur á strákum, skilur. Já. En svona, já. Stelpunar eru þá ekki, Nei, hanga ekki með í þeim. Nei, en ég var alveg til í það. Ég var til í eitthvað svona reunion, sko. Það væri gaman, sko. Pródúseraðu það bara. Nei, láttu. Viltu að ég gera það fyrir þig? Það var í geði, veit, sko. Ég get alveg gert það. Þannig að Já. þú þarft ekki að kenna honum á skíði. Hann kann það nú þegar, eða? Já, hann er miklu betur en ég á skíðum. Ok. Þannig ég þarf núna að hafa mig alla við að halda í við hann, sko. Já. 1/10, hvað er hann? Hann er 9-5 skíðum. Vá, Já. Já, vá. En við erum að tala um að Kristinn Björnsson er 10. já, Er hann bara aðeins verður Já. en Kristinn Björnsson? já. Já. Ég veit hann er að hlusta, sko. Já, nú þarf ég að sjá hann En á hann er skíðum. mjög Sko. góður skíðum. Hefur sér Dorrit á skíðum? Nei, Nei, hún er rosalega á skíðum. Já, ok. Nei, Hún er rosalega í öllu. Já. Dorrit er ekki góð á skíðum. Jú, miðað við aldur bara, Nú, þá ok. er hún góð á skíðum. Ok, fyrir ekki. Ég bara, Ég myndi segja það. Þú sérði ekki dótt hvað er Dorrit gömul. hún... 70 Eitthvað hann Ekki að hugmynd. 70, eitthvað, já. 75, bara ekki sko það. Og hún bara snýtir þessum brekkum sko. Þú sé svo mikið. Ég ætla að tjekka á því. Já, Já. En þú myndir þá, svona, að því þú er svo góð að gefa ráð og ég hlusta, mástu? já, þú gerir það. Tekur tíma en ég Já, hlusta já. inn í end. Myndir þá gefa mér ráð að kenna völu á skíði svo við getum átt þetta hobby saman? 76. Hún er 76 ára? Já, Vá. ég er með þetta. Já, ég myndi reyna, Já. þetta getur ekki veðjað við hann um eitthvað og ef hann tapar og verður hann alveg skýðið. Já, eitthvað þannig. Eða verður með svona jákvæða kvartningu. En ég meina, Heiða, þín Benni, hún er heldur ekki á skíðum. Nei, en hún er samt alveg til í að læra það sko. Getur þær ekki bara að fara saman? Jú, það er að styðja hver aðra í Já, þessu. Leifa okkur að skíða já. í friði, í svörtu brekkunum. Ég myndi hann segja að þið ættu að halda ykkur fjarri á meðan þær eru að ná sér svona. Er það? Já, pirrandi að hafa mennina sína eitthvað yfir sig. Ég myndi ekki koma nálægt konu minni með að kenna henni á skíði, sko. En ég æfði náttúrulega skíði, þannig að kannski Já, ok, vá. Já, mér myndi líklegast finnast henni myndi örugglega finnst það pirrandi að ég var eitthvað aðeins að beygja sig meira
gera þetta. Nú er hann búin að koma þess að hann æfði skíði og fyrir á 110. Ok, við erum að heyra að Benni er greinilega ógeðslega góður á skíðum. Ég þarf að keppa við kærastæðin, sko. Benni er Ok. mjög góður, hann tók náttúrulega langa pásu. Ég og vini sem eru mun betri sko, eins og Sindri og svona. En hann er mjög fýtsamt, hann er mjög góður, en það er hægt að vera betri, Já, skilur. ég get bætt mig. Það er alltaf hægt að bæta sig. Vá, ég spurði hann í einum þætti af golfverðanum, hérna, það er Andrea Bergs og Hulda Klara heimsótti þær hérna á Spániðar voru að æfa sig, þarna atvinnukylfingar og eru með, þú veist, eitthvað bara +5 í forgjöfu eða eitthvað, það er bara langt fyrir neðan 0 sem sagt. Einmitt. Og bara getið þið eitthvað orðið betri, þú veist, og hvernig ég get ekki ímyndað mér að verða svona góð í golfi. Já, það er alltaf hægt að vera betri. Og ég segi, hvað ert þú til dæmis bara að æfa núna? Ég er einbeitt mér á púttunum og ég segi, hvað hefur þau mikið? Já, svona 3 tíma á dag. Okay. Ég bara, ég hef ekki séns í þess að íþrótt. En hérna, það er bara svona, það er alltaf hægt að vera betri. Jú, en það hlýtur að koma tíðanbóndurinn og aldurinn, það sem að þú getur eiginlega ekki verið betri en einu. Já. Í íþróttalega séð, skilur. Já. Þú veist, einhver tíma hlýti ég að vera verri á skíðum. Veist það meina bara þú eldist og beinin fara að vera brothættari og svona. Svo er það þannig að þú ert ennþá kannski betri en börnin á skíðum. Svo kemur að því, þegar þú heldur áfram að vera með þeim á skíðum, að í svona 20 sekúndur eru þið jafngóð og svo verða þau betri. Já. Og þú myndi ekki fatta að þetta eru 20 sekúndurnar sem þetta gerist, en allt í einu bara eru þau orðin. Já, farin að fara hraðar og... Já, ég hlakka bara til þess sko. Já, það má, ef þetta eru börnin þá mega þau það, sko, klálega sko. Þetta er eins og maður, svona munni 6 ára og honum finnst ég vera ógeðslega góður í fótbolta sem ég klálega ekki, skilur ég bara alls ekki. Hann er eitthvað rugglast. Já, en þú veist, hann sér bara pappa sinn og sér bara hvað ég get gert og sparka fast og það er bara góður. Hvenær kemur svo tíðanpunktur að hann verður betur en ég? Fer það ekki að stiftast í það? 3 ár, þú veist. 6 ára strákur er heldur góður í fótbolta oft, sko. Já, svo tala ekki 10-12 ára. Já, ég var á fótboltamótum daginn og bestu strákarnir þar sem voru 10 ára, þeir voru sko miklu betur en þú í fótbolta. Ég veit alveg að ég er ekki góður í fótbolta, sko. Nei, bara til að svara spurningum. En er bara góður á skíðum? Já, ég er hrikalega flottur á skíðum. Góður á skíðum. Já, það er svo gaman að þessu lífi maður. Ég vil ekki sleppa þér. Okay. Ég vil ekki sleppa þér úr sófanum að ég er svo gaman að þér og við hittumst alltaf sjaldan. Ég ætla að spyrja hennu? Já. Við höfum talað það svona hvað... Já, við vorum að tala það hvort að Bandaríkin væri besta land í heimi. Voru við að tala að Bandaríkin væri besta land í heimi? Hvort, þetta var svona, við vorum að velta það fyrir okkur, er ekki bara Bandaríkin besta land í heimi? Já. Og þú varst svolítið að rúta fyrir því. Já, og ég var eitthvað, þetta er kannski allt og djúpt fyrir þetta podcast. Ég var bara að tala um hugmyndafræðin sem mynda Bandaríkin á sínum tíma, þú veist, og stjórnarskráin og svona. Nú tökum við bara Trump út fyrir sviga og alltaf vonda við Bandaríkin, en bara hugmyndafræðin og bak við Bandaríkin er mjög góð. Já, þú sagði samt að það væri bara best að búa þar og alast upp þar. Nei, nú ert þú að taka, alls ekki. Tækifæri og vera ríkur þar og meiri líkur á það. Bandaríkin er frábært land, en það er alls ekki gallalaust. Ég spyr hana bara þegar hún er ferðast mikið. Eru það að spyrja mig? Ég bara hallaði mér aftur bara okkar áhafur það. Já, minnst það, við vorum bara eitthvað svona þegar við erum með kaffiklúbið það niðri á mótana. Við vorum bara eitthvað svona að kasta þessu fram. Þú veist, ef þú mætti velja eitt land fyrir utan Ísland til þess að alast upp á, hvað land myndir þú velja? Og ég bara til þess að starta umræðinni, sagði Bandaríkin. Það voru margir eitthvað, Bandaríkin, það er bara hræðilegu staður, það er bara allt í byssum og Trump og svona. En þá talaði bara um grunngildi Bandaríkina, eitthvað svona, bla. Okay, einhver sagði Noregur. Byrjum þetta aftur. Þú er búin að ferðast til margra landa. Áttir uppáhaldsland. Er eitthvað svona, hvað er gaman þarna alltaf? Ég ætla að fara oftar þarna. Ekki sem spátt. Ég var að fara að segja spátt. Nei, það er svo pyrrandi að þú bjóstar, skilur við. Það má ekki segja það. En mér finnst bara, Austurríki. Ég elska að fara á skíði í Austurríki. Wow. Já, þetta er gott sjátt. Og mér finnst ég er svolítið hrifin líka Portugal. Mér langar að skoða Portugal betur. Já. Þeir eru svona, það er svona ódýrar en spátt, þjónustan þar er betri og alls konar. Já, okay. Þú veist að þeir eru ennþá þar að vilja fá túristina. Þeir eru ekki orðnir þreyttir á þeim. Já. Mér finnst það gaman, mér finnst ég veit ekki, það er náttúrulega mjög erfitt og svo er bara svo mörg lönd sem ég á eftir heimsækja sem að en alast upp, bara nú bara nýtt start á Ingolind, þú mátt fæðast í hvaða landi sem er, ekki Ísland, ekki Spán. Þá segir ekki Austurríki, held ég. Nei, samt, alast upp í þessum fjöllum, það eru líka geggjaði golfvellið þar. Já,
held sér trillt sko. og allt í lægi með allan infrastruktúr eða hvað er það, Já, innviði já. Innviði Austurríkis. Ég veit ekki hvað ég er að segja þetta en Nei, ég þetta þú er að koma til. já, En bara Danmörk eða Noregur eða eitthvað. Nei. já, ekki Noregur þeir, Það er þetta veiða samt það á fullu ekki? jú, Fínar ár þar. ég hef veitt í Noregi Aha, það var gaman ég veiti lags lífsmýns í Noregi þá meinar þú bara stærsta? já, Já, en er það ekki svolítið gefið? Er ekki svolítið stórir í Noregi? Eða? jú, þegar þeir fást Þeir það bíta. geta þeir verið mjög stórir Hvað var hann stór? hann var 121 cm What? já, Það er mikið með. Það er hlussa. já, Ef það er hægt að draga hann inn? já, eða? já, það veist Er það Tók 6 ára klukkutíma. strákur bara? Samt Já. bara klukkutíma? það var 18,6 kíló minnum mig Shit. Það er bara svo Birta, þín Benni. 80,6, já, ætlum sé ekki svo þung. hann var rosalegur, ég gæti ekki haldið á hann megin hann var alveg svakalegur En dóan? nei, hann var tekinn til hliðar og svo var hann látin feðra nokkra 20.000 eggja Já. úr fallegum hrygnum En áttu myndar með honum? eða? já, Já. auðvitað Við erum að skoða hann eftir potið. En ertu ekki svona manneskja sem myndi vilja stoppa svona upp? eða sko, nei, jú, það sem ég gerði Já. er enda mjög skemmtileg saga ég, heyrði af manni í Englandi sem að sker út replikur af, eða svona eftirmyndir af lögsum sem hefur verið sleppt, sem fólk vill ekki gleyma og hann gerir þetta á svo listilega flottan hátt að ég ákvaði að láta vaða og senda honum öll málin af fisknum og myndir og allt þetta og hann er bara búinn að skera út í tré alveg ótrúlega eðlilega, hann er eiginlega alveg eins og sé uppstoppaður Vá. og hann kom heim bara daginn í risastórum kassa Ok. Nei. og býður nú eftir því að ég finni vegg fyrir hann Geðveikt. Já. En ég held ég ekki samt vilja allast upp í Noregi. Nei, ok. Nei. Alltaf leið. Það er svona, best. þú veist, það er margt gott þar og svo annars svona, mér finnst það svolítið svona stífni í þeim eitthvað og Hárrétt. það má bara panta einfaldan ginn tóning í þessu landi. Það er regla. Já, Ugh. og svo mér lokar allt klukkan 3 og Er það líka þannig í Svíþjóð, með einfaldan? ég veit það ekki. Það er líka mjög harðir á svona fyllir í. Já, Svíjar eru líka stífir, sko. Ég gæti bara ekki búið í landi þar sem er verið að telja árið í vikum. Gera það? Já, og Danir er náttúrulega líka á Svíjar, já, og þegar allir í þessu herri, hvað ætlar þú að gera í viku 27? Ég byrja alltaf bara að rekna janúar, februar, ég get ekki hugsað í vikum. Nei, samanlega. Þannig að svona, já, þannig að ég held að ég þyrfti að vera í landi sem er svona aðeins meira svona chill. Ég verði eiginlega kannski að hætta við austur, nei. Ég myndi kannski vilja að hafa fæðst eitthvað sem er hlýtt. Mér er alltaf kalt. Þetta er kuldaskræfa? Já, og það versnar með árunum. Aha. Þannig að mér líður miklu betur í hita. Já. Þá ert að fara til Flórida? Nei. Nei. Þá varst að fara til Flórida. Það er eitthvað Og hræðilegu þú talum staður. að ég hafa fæðist á Já. sko, þú veist. Það er kannski hræðilegu staður að alast upp á. Ekki það ég er að fara að eignast barnabarn sem er að fæðast í Kaliforníu, þannig að Já, Já, það er já. fallegt. Það er heitt. það er heitt, Já. það er allt í lagi. Hvað gera ömmur þegar barnabarn fæðist þar? Það bara? rjúka þangað Er og það? eyða fyrsta mánuðinum þar. En þarftu að byggja um leyfi, eitthvað svona, má ég koma? Eða kemur það Ég bara? geri þetta mjög svona snirtilega, viltu ekki að ég komi? Já, jú. Það er ýmislegt sem getur komið upp á Já. fyrsta barn og svona. Já. En það er rosalega fín lína á milli þess að vera góð mamma og óþólandi tengdamamma. Þannig að maður þarf að passa þetta aðeins. Já. En Diddi tengdasonur minn, hann er ljúfur drengur og hefur fullvissað mig að hann vilja að ég komi. Já. Þú bara passaði að gefa ekki brjóst. Þú hefur átt að gera það. Það hefur svo góð saga, sko. Skrítið maður. Það er upp með og bara, enga, hvað það gera? Já, Æ, shit. bara eitthvað svo ruggluð eitthvað. Vöða minni hérna. Já, það er veða minni. Já. En þannig að hún verður amerískur ríkisborgari. Herðu, það Já. er þetta trillt. En ég veit ekkert hvort það verði, þau flytja nú vonandi heima á einhverjum tímpúndi, en hvernig er að alast upp? Þar. Kaliforníu. Ég held að sé ekkert auðvelt. Ég meina það er mjög erfitt að komast bara að í leikskóla, fæðingarorlof, það er ekki neitt. Allt er óslega dýrt, það eru inntökupróf í leikskóla. Hvað það? Já, þetta er bara, þetta getur verið svolítið flókið og erfitt. Það er rétt. Þannig að mér finnst nefnilega Bandaríkin, að við eiginlega getum náttúrulega ekki tala um það eins og eitt land, þetta eru mörg land. En það er svona í þetta landi hinna frjálsu, eða hvert slókanið er nú hjá þeim.
þar sem frelsi ríkir og allir hafi tækifæri til að gera allt, þá finnst mér einmitt svo miklar hömlur komnar á það að búa í Bandaríkjunum að það má ekkert Nei. og það er allt svo strangt Já. og þannig að ég veist svona ég hugsa að Bandaríkjun hefur nú oft verið blómlegri og svona eftirsóknarverðari að búa í en akkurat núna. En er ekki fæðingarólof líka bara eitthvað Það er ekkert sko 2 vikur? Eða þú veist, þetta er bara eitthvað galið sko. Ég er vallan eitt sko Allan neitt sko, 2 mánuði kannski. Já, minna Já, Þeir eru til fylgjum. fyrir Já. fylgjum Herru Niðurstaðan er þá ekki Noregur, Nei, Nei, hún bara eitthvað heitt. Ísland já. Við finnum þetta fyrir því bara. En það ekki? Jú. Jú, Nýja-Sjáland. Nýja-Sjáland Ég hef aldrei komið á Ástralía? Já, mögulega. Já. Já. Þá myndi ég alltaf velja Nýja-Sjáland fram yfir Ástralíu Af Ég hverju? komið á báðastæði og Nýja-Sjáland er bara svo geðveikt land sko. Þú myndi segja það og þú er búin að fara á báðastæði sko. Herru, okkur þykir alveg ótrúlega vænt þig Já, Bara sömu love, love. leiðis. Og bara volandi kemur hingað sem oftast Já, Alltaf velkomin ég get bara verið í hverjum þætti. Já, þú verður svo sidekick Inga, hvað hérna, googlaði fyrir okkur hérna Hvað er í gangi Það væri hérna? þá ekki flott á tökkunum hann það bakvið. Og svona ein myndavel á henni. Ég get svona verið að pródusera þetta. Já, pródusera þetta. Eitthvað skemmtilegt, strákar. Gera eitthvað skemmtilegt. Já. Það er geðveikt, sko. Já. Herru, takk hérlega Takk fyrir komuna. Ást og friður